Komið sæl. Við ætlum að fara snögglega yfir það hvernig við hefjum eigendaskipti á vinnuvélum á Ísland.is. Gerum með því að byrja á því að skráða inn á mína síðu sem einstaklingur eða fyrirtæki og skráir ég þar inn með rafrænum skilríkjum. Þegar inn er komið ferðu hér undir eignir og undir vinnuvélar og velur þar vinnuvélina sem þú ætlar að hefja eigendaskipti á með því að velja hér skoða nánar. Hér getur þú síðan valið tilkynna eigendaskipti. Umsóknaraðilinn er valinn og hér velur ný umsókn. Samþykkið hér gagnaöflunina og heldur svo áfram. Vinnuvélin er hér valin, ef það eru fleiri vinnuvélar þá velur réttu vinnuvélina, heldur áfram og velur svo að halda áfram hér. Ef það er einhver önnur dagsetning á kaupsamningi þá getur þú valið hana hér nokkra daga aftur í tíma. Höldum áfram. Skráir inn símanúmer seljanda ef það vantar, heldur áfram, setur svo hér inn kennitölu þess sem er að kaupa vinnuvélina. Slagðu hana hér inn, eins netfang og að lokum símanúmerið. Heldur svo áfram. Til þess að klára skráninguna þá þarf að greiða þessar 4.240 krónur. Heldum hér áfram og þá á að birtast þessi síða þar sem við getum sett inn kortaupplýsingar og gengið frá greiðslunni. Ég sláði svo inn nafn korthafa. Kortanúmer og gildistíma og að lokum öryggiskóðan og veljum síðan að greiða. Til að klára þessa skráningu þarf alltaf að framkvæma greiðsluna. Sé það ekki gert að þá fer þessi tilkynning hreinlega ekki í gegn og nýr eigandi getur ekki staðfest að þessi skráning hafi farið í gegn. Og hér kemur svo upphæðin sem þarf að greiða ef til þess kemur. Sumar vélar eru án greiðslu, þar eru þannig að það þarf að klára greiðslu á þeim og heldur svo áfram. Hér er svo búið að klára þann hluta sem snýr að seljanda. Nú þarf kaupandinn, eða sá sem er að taka við vélinni, að samþykkja sín megin þannig að hann eignast vinnuvélina. Hann hefur 7 daga til þess að klára þessa yfirfærslu. Gerist það ekki innan þess tíma, þá skráist vélin aftur á þann sem hóf ferlið og ef það var greiðsla sem var innt af hendi, þá gengur svo greiðsla aftur tilbaka og er endurgreidd inn á kortið sem var notað til þess að ganga frá greiðslunni. Til þess að ljúka ferlinu þá veljum við hér áfram og þá ætti þetta að vera komið og hér sérðu síðan undir umsóknir að þar sérðu yfirlitið þær umsóknir sem eru í gangi og stöðu þeirra. Takk fyrir.